Góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Virkilega, þetta ágætis dagur í dag, verð ég að segja. Já, ég fékk hérna pípara minn. Ég fékk hann í heimsókn í gær. Hann setti þrýsting á lagnirnar. 2 bör og hann fallinn. Sem þýðir það að það lekur einhvers staðar. Fara stutt í málið, það sem við lendum í að þeir sem steyptu hérna neðri hæðirnar, það eru nokkur klúður sem þeir gerðu, sem þeir hefðu geta. Ok, það bara fá orð taka minnstu ábyrgð. En það sem skeiði var að þegar þeir setja mótin upp, by the way, þeir vita að það komin gólfhiti í lagnir fyrir gólfhitanum. En þeir bora fyrir stoðirnar til að halda mótunum. Þeir bora fullt af svona götur. Þarna til dæmis 1, hérna er 1, þarna er 1, þarna er 1. Þú veist, þarna og þarna. Þú veist, við erum búin að laga 1 þarna og við erum búin að laga nokkur göt. Lekin er pottþétt eitthvað fokk hjá þeim. Ég þarf að finna núna í dag, þarf ég að finna þennan leka. Hvernig finn ég hann? Veit það ekki. Ég ætla að skoða þetta núna, aðeins að fara yfir. Ég ætla að fara með ég er með svona járnpinna og ég ætla að fara í öll göt. Svo er ég komið með ryksuna hérna. Ég ætla að ryksa upp úr götunum og fara svo með vasaljós, lýsa onni og athuga hvort ég finni sé plastið fyrir rörunum. En þið geta væla, við erum bara að halda áfram. Upp áfram. Ég er búinn að finna þetta. Allavega 1 gat. Veit ekki hvort að þetta sé þeim að kenna eða hvort að ég veit ekki hvernig þetta gerðist. En hérna niðri, svo þess að taflan, svo þess að grindin er hér. Hérna niðri, veit ekki hvort þetta sést sko. Þarna er gat. Ég finn ekki að það komi loft hérna út. En við þurfum allavega að laga þetta. Þessi lögn ætti að vera að fara inn á baðherbyggi. Þessi gólfhiti fyrir baðherbyggið. Þannig að núna þarf ég að fara að brjóta. Ég þarf að brjóta hérna. Þannig að við getum komist í lögnina, reynda að laga hana. Eða þú veist, píparnötu kemur og laga það. Ég ætla að reyna að flýta fyrir og vera búinn að brjóta eins nálagt lögnunum og ég þori. Svo ætla ég að leyfa honum að brjóta nær lögnunum. En ég þarf alltaf að byrja á því að brjóta gólfið. Ekki það sem ég ætlaði að byrja á að gera í dag. En þetta er eitthvað sem verður að klárast og því fyrr því betra. Þannig að ég ætla að byrja að brjóta og ef ég hef tíma, ég veit ekki, ég gerir mikið grein fyrir hvað þetta tekur langan tíma. Ég ætla að ná í flísarnar fyrir andrið út af því að ef þetta er bara eina lögnin sem er að og þegar við setjum þrýstingin á og ef hann heldur þá ætti hann að halda vatninu líka þannig að það er ekkert sem stoppar að ég get byrjað að flísaleggja. Þannig að ef við lögum þetta, þrýstingurinn heldur í 2, 3, 4, 5 klukkutíma, halvan dag, þá get ég byrjað að flísaleggja andrið og inn í eldhús. Veitur, ég hef ekkert heyrt í þeim, ég er búinn að senda þeim nokkra tölvupósta, þeir svara honum ekki, ég ætla að reyna að hringi í það og eftir, pressa á það að fá heitt vatnið inn. Ef þeir ná ekki að koma hérna fyrir tíma sem við þurfum að vera komin inn, þá þarf ég bara að kaupa fullt af svona ofnum. Þá þarf ég bara að kaupa, þú veist, einn inn í þetta hérna herbyggi, einn hérna inni, svo kannski 2 ofna fyrir aðrýmið og það er bara eitthvað sem þarf að gerast. Út af því að við þurfum að búa staðar.
það sem við erum að leigja núna, við höfum ekki takmarkaðan tíma þar. Þannig að, já, þetta er bara verkefni, við þurfum að gera þetta, það þarf að gerast rosalega mikið hratt og fljótt og, já, ég held að þetta verði bara geggjað. Þetta, eins og íslenska leiðin, þetta reddast, en ég ætla að byrja að brjóta. Byrjum að brjóta þetta hérna. Right. Ég þori ekki að brjóta þetta. Það er hvert sinn sem ég byrja að brjóta, þá finnst mér alltaf eins og ég sé að fara að missa vélina. Búinn að brjóta hérna og komin eins nálægt og ég þori. Þetta er bara ekki nóg, sko. Ég veit ekki. Ég er hræddur við þetta. Út af því að það er svo típist að ég missi vélina, gata aðra lögn og ég þurfa að brjóta meira. Ég vona það svo inn í hjartanu mínu að þetta sé bara þetta eina gat sem er að falla, ástæðan fyrir að þetta er að falla niður. Það sé ekki eitthvað annað, út af því að ég hef ekki tími í þetta og ég þori þess ekki. Herra, ég er að pæla að rúlla niður í múrbúð og kíkja á flísarnar, fá mér eitt kaffibólla þar, tala við Stebba félaga minn. Þetta er hressandi. Mér langar svo að byrja að flísaleggja, mér langar svo að byrja að gera þetta að íbúð. Þetta sé ekki ennþá bara eitthvað svona tómt rými. En já, ég ætla að rúlla, ég ætla að pása þetta, ég ætla að láta bara píparan brjóta þetta. Og ef hann skemmir eitthvað þá er það bara á ábyrgðinni hans. Það er ekki langt best það. Ísar, er það ekki best það? Þetta hérna eru flísarnar sem við erum að sem við erum búin að taka. Það er smá líf við þeim. Ástæðan fyrir við viljum hafa dökkar er að þetta er andrið, svo stolpar við cirka hér, svo fer þetta alla leið hérna yfir og lokar allt í eldhúsinu og andrið, það er allt eins. Ég held að þetta sé bara asnalega töff, sko. Ég er að fíla þetta. Jæja, herðu, þá er píparinn kominn. Þetta var ekki Ísar, vinur minn. Þetta var örugglega einhver starfsmaður hjá honum. En það er allavega búið að græja og blæsa þessu saman. Þetta er komið gott. En þrýstingurinn er kominn hérna á 2. Þannig að hann heldur og sjáum hvernig hann er núna. Svo sjáum við á morgun, spennandi, í fyrramálið þegar ég kíki inn í hús hvað mælirinn stendur í. Og það er búið að festa þetta hér. Þetta er geggjað. Þetta er orðið fast. Búið að festa þetta hérna í blöðuna. Þannig að núna er bara allt á uppleið. Hrikalegri ánægður með þetta. Flísarnar eru komnar. Ef gólfhitinn helst í nótt, þá er ekkert sem stoppar okkur að byrja að undirbúa flísalögn. Ég þarf að brjóta aðeins frá veggjunum og ég þarf aðeins að laga. En ef gólfið er í lagi, þá getur farið að flísaleggja þetta hér. Ég er asnalega peppaður í það, sko. Þannig að ef þetta er í lagi, gólfhitinn er í lagi, þá er hægt að byrja að flísaleggja. Ég þarf að steypa í götin hérna. Þá steypi þetta hérna, steypi þetta hér og steypi þetta hér, út af þetta er orðið ready. Og já, ég er ánægður með þetta. Eldhúsinnréttingin kemur annaðhvort á morgun eða hinn. Ég man ekki hvað hún sagði. Og þó að þetta sé IKEA og það er alltaf leiðilegt að búa til IKEA eða setja það saman, þá er ég mjög spenntur. Ég er mjög spenntur að sjá það. Þetta er svo gaman. En ég ætla að fara að græja kvöldmat fyrir krakkana. Ég er að pæla að enda þetta núna, bara takk æðislega fyrir áhorf. Mundi, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun!